Kristján, já, nú ert þú að upplifa annað ár í röð þetta svekkelsi. Hvað getur þú sagt eiginlega? Ég veit það ekki. Mér fannst það að þetta skilið núna. En ég meina, það var sanngjarn leikur núna hérna. Og bara, við sýndum ekki að við gáðum gert þetta, þannig það er bara næsta ár. Þið voru, tveim mörkum yfir og hérna, það var eiginlega ekkert annað í kortunum eftir hérna fyrri hálfleik heldur en að þið væru bara að klára þetta. Þið voru hrikalega góðir og bara betri heldur en Selfyssingar. Já, ég meina, við skiptum vörn og við fyrir með 6-0 og ég held að það slóða á læginu. Og við fáum með nokkuð mörk, en það er klúrandi döðfærum og við klúrandi döðfærum. Klúrandi þeim rafnumfærum í endan á fyrri hálfleik. Það gæti að koma okkur 5 mörkum niður. En ég meina, við getum ekki sagt okkur meira en við erum að gera núna. Þeir jafna upphafi seinni hálfleiks og komast svo yfir. Var þetta bara ómikil taugaveiklun sem greip sig það? Já, ég myndi ekki segja taugaveiklun. Við vorum búinir að undirbúa okkur fyrir það ef við myndum fara yfir. Og við reyndum að halda sama tampi, en það var bara ekki nóg. Þeir voru búin að lesa okkur og við áttum það ekki svör. Margir eru að tala það eru margir efnilegir og góðir leikmenn í þessu liði Fjölnis. Þar meðal þú sem að margir segja eigi að vera í ólíðsdeildinni. Hvað ætlar að gera núna ef við spyr bara beint? Það er bara næsta skrif, bara að koma okkur upp. Það er bara eins og alltaf, við ætlum bara að fara upp. Ég ætla að fara upp með liðinu mínu. Ég er ekki að fara neitt fyrir en ég næði þessu markmiði. Takk fyrir það.